Ég bý í sveit, á sauðfé á beit og sællegar kýr út á túni. Sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíl eftir frúnni. Traktorinn minn, reiðhesturinn, hundur á daldið af hænum. Kraftaverk eitt, til oss gæti leitt, írlega mei burt úr bænum. Veturinn erfiður mér, svo andskoti fótkaldur stundum. Ég sæi þig, hér eins og mig, ylja á þér tærnar á hundum. Segja mér að þeysa af stað, þær bíð eftir bóndanum vænum. Ég hef reynt að veit Guð, en það sko puð að þræða öll húsin í bænum. Og ég bý í sveit, á sauðfé á beit og sællegar kýr út á túni. Sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð eftir frúnni. Ó, sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð eftir frúnni. Ó, sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð eftir frúnni. Ó, sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð eftir frúnni. Sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð eftir frúnni. Ó, sumarsól heit, sem vermir nú reit, en samt má ég bíð eftir frúnni. Svo ætlaði ég að bæta við því þegar ég var í Súgandafirði. Ég sleppti því víst áður að þá var ég 2 vetur í landi á landi. Það er svo sem bytningar maður stokkaði á bátum yfir veturinn. Þá voru veturnir svo harðir að það kannski gaf einu sinni á sjó í janúarmánuði og 2-3 í febrúar. Brjálað veður. Og ljósin voru slökkt klukkan 11:30, það var blikkað bara og þá fór allir heim til sín. Og sumir kveiktu á lampa, átt allir lampa náttúrulega. Olíulampa, alls konar. Og þá fór maður yfirleitt heim og í rúmið og við strákarnir fengu sig lampan til að hátta við og lesa ef við vildum. Og þá var ég bara í lestri bara allar nætur, oft fram á morgun við lampaljósið. Og það var lítið bókasafn þarna. Og ég byrjaði á svona léttum sögum og skáldsögum og ástarsögum og tæmdi það. Svo fór ég næst í ævisögur, það var þó nokkuð ævisögur þarna. Já. Og svo voru bara fínar bækur, hagfræðibækur, 2 fræga höfunda og ævisögur og svo íslenska pólitík og allt mögulegt. Og ég bara las allt safnið eins og lagði sig. Ég lá í lestri allar nætur við lampaljósið. Ja. Og svo í næsta húsi við mig, þar var bóksali og hann var nú vinur minn vegna þess að ég túlkaði svo mikið fyrir sonar sem var málhaldur, hann stamaði og var með stóra tungu. En ég skildi hann alltaf, vissi hvað hann ætlaði að fara að segja. Hann hikstaði og hann var mikill vinur minn og þau virtu þetta við minn alltaf foreldrar hans. Og hann sagði við mig sko, það var eitt herbyggi fullt af bókum allir veggir, því þetta var bóksali
með bækurnar bara heima. Hann sagði, Jónvið, þú mátt bara fara í bækurnar eins og vilt og taka þér með mér að lesa. Ég veit að þú ert alltaf hreinn hendurnar og brýtur ekki í blað. Nei, ég sagðist vera með til að leggja inni. Og ég las það, allt sem ég vildi þar. Og það var á alls konar bækur. En svo kynntist ég líka símstöðastjóranum, Þórði. Og einhvern veginn varð vinur hans, ég kann nú ekki segja frá því hvernig það var. Var mikill heimagangur þar bara. Hann tók svo vel á móti mér alltaf og hann átti svaka fínt bókasafn. Og ég fekk að fara í það líka eins og ég vildi og þarna las ég eiginlega 2 vetur. Ég minnist þess að ég kom í Vesturlandsskólann, Birgir Kjara kenndi hagfræði. Þá fann maður það að ég var dálítið inn í þeim málum. Því hann yfirheyrði krakkana í tíma eða skólafélagar, hann var ekki krakkabinn. Og ef þau gátu ekki þá spurði hann mig alltaf. Og ég hafði alltaf svar því ég var búin að lesa svo mikið þetta. Og glyfti það alveg í mig. Þurfti ekkert að lesa í skólanum, hagfræði sko. Út af þessum lestri mínum í Súgandafirði. Nú, í Súgandafirði var líka, þetta var eins og stór fjölskylda á landlegu dögum, þá léku sér allir utan húsið innan. Samkomuhúsið var alltaf opið 4 daga í viku og þar máttum við fara inn. Þar voru leiktæki, stökkhestur eða hvað það kallar, hringir til að fara í og svona með dýnur og margt fleira. Og það var alltaf einhver sem sagði manni til þar. Ef það var vont veður þá fór maður þangað, annars var maður út að götu í leikjum og þá voru gamlir sem ungir að leika sér saman. Þetta var bara fjölskylda í stór sko. Já, það var Súgandafirði? Já, Súgandafirði. Og mikið félagslíf. Ég held að legið við, það var nýtt leikrit nærri því í hverju mánuði þar. Og svo voru náttúrulega böll á laugardögum og það var spilað á harmoníku þar. Þá máttu krakkar innan við að fermingu vera til 9. Þá eru þeir að fara heim og þá tóku fullorðnir við. Og það var eins og gengur, dansað og drukkiði. Ég vildi segja svona frá þessu að þetta var dálítið sérstök dvöl þarna í Súgandafirði. Og þroskandi fyrir mig. Og þannig las ég öll stjórnmál og allt mögulegt það sem var að ske á Íslandi. Alls konar rit. Og fyrir bragðið var ég aldrei flokksbundinn í pólitík. Ég var krítiskur á þetta allt. Gott. Og það ekki enn sko. Já. Nei. Það hefur þetta verið dálítið svona blá leitur, eða ekki? Já, kannski ljósblár eitthvað stundum. Jú. Það er eins og gengur. Ég var aldrei spurður pólitík þegar ég var áður sem sveitarstjóri. Og Sjálfstæðismenn réði mig fyrst, sko. Ég hef nú sagt það kannski áður. Svo tóku vinstri menn við og þeir báðu mig bara að vera áfram. Og það var svona smá pólitík þá bara fyrir kosningar, svona mánuð og mánuð eftir kosningar. Svo var þetta allt í fínu lagi, sko. Ég kynntist 2 merkilegum bræðrum í Súgandafirði, Kristjáni Þorvarsinni og hvað hét hann nú? Valdimar Þorvarsson, hann var trésmiður, þeir voru bræður og þeir voru svo minnugir og allir töldu þá vera svona, dálítið skrýtna. Þeir voru svona 10-15 árum undan samtíðinni í hugsunarhættu öllum. Þessi trésmiður til dæmis, hann hafði óhemju minni og ég var náttúrulega mikill vinur hans. Ég var vinur sonar hans, Benedis. Við vorum saman í Vestló, hann var nú undan mér á Núpísson. Kynntist honum við þessi manni og hann var talinn dálítið skrítið fyrir þetta. Þegar hann var nýræður þá kom hann suður til Reykjavíkur og hélt stóra hvernig hann skelldi veislu fyrir hann
Man nú ekki á hvaða hóteli, fyrir hóteli í Reykjavík, sko. Þá flutti hann ræðu sjálfur og hann taldi upp alla Svía konunga í röð, nefndi af með nöfnum, ártölum og öllu ekti þetta allt blaðanlaust. Það var alveg dýrlegt að heyra í kallinn og skýrmæltur og fýtt, sko. Nú hinn bróðirinn, Kristján, sonur hans Valdi Kitt var nú vinur minn líka og ég var heimagangur þar. Hann var dálítið sérstakur líka. Hann hafði með rafmagni að gera, las af og rukkaði og hafði bókhaldi fyrir það. Sá hann fjármálið þar og ég var búinn að segja að hann spilaði í kirkjunni, orgelið. Hann spilaði lúður eftir nótum kallinn. Og þegar ég var að koma heim í jólafrí, þá var ég náttúrulega alltaf að heimsækja hann. Og þá var ég í vandræðum að svara honum því hann kunni miklu meira en ég í öllu. Og kastaði 12 ára þegar hann fór að ræða við mig hvort ég hefði lært hvað var nú kallað? Það var tveir höfundar sem Charles Sweet og einhver annar hagfræðingar. En það bjargaði mér að hann spurði mig þar sem ég var að læra í skóla, sko. Og ég var alltaf í vandræðum með þegar hann vissi allt kallinn, sko. Hann var svo mikið lesinn inn í öllu, bæði heima og erlendis. Og hann var túlkur þegar skip voru að koma að kaupa fisk. Hann gat bjargað sér í þýsku, Norðurlandamálunum og var anskoti skemmtilegu kall á klúri, sko. Og hann skrifaði bækur Vestfirði, einar 3 bækur líka, svona landslagslýsingar og fróðleik. Þeir voru taldið dálítið skrýtnir þarna á fyrir bæði fyrir minni og hvað þeir töluðu sko. Og það var gaman að þessum ekki nema lærdómur. Þá var spilað lag vikunar í útvarpinu og svo var þetta sent á þeim sem áttu útvarp og þá kom það á nótum. Og þá fór ég með þetta til hans og hann spilaði lagið fyrir okkur eftir nótum á lúðurinn. Það var eins og gæti allan Skollankallið. Þetta voru alveg sérstakir mennskur, bæði ljúfir en ólíkir samt bæði í útliti og framkomu. Þetta rosalega minni. Og sonur Valdimars, Benedikt, hann þurfti aldrei að lesa nema einu sinni, hann raðaði í sig öllu mögulegu ártölum öllu og bara búið hann myndi allt líka. En svo áttaði ég mig á því þegar við vorum hættir í skóla að hann var lesblindur því hann gekk illa að lesa þýskukennarar létu okkur oft lesa kafla og einhverjir fleiri í skóla og þá hökti hann á öllu. Ég áttaði mig ekkert á því hvað þetta var en það hefði verið lesblinda hjá hann. En hann gat raðað í sig svona nöfnum og ártölum og öllum mögulegu. Bara heyrði einu sinni þá var það búið. Hafði ekkert fyrir að fara í próf. Þetta voru svona sérstakir karakterar. Já. Nú, það er nú lítið meira hægt að segja á þessu frá Súgandafirði. Já, ég ætla að segja frá fósturbróðum mínum. Það var séra Bragi Friðriksson. Móðir hans og móðir mín, þær voru vinkonur. Og bróðir mömmu, Jóhann, hann var giftur einu systir þeirra Friðriks og Ingvars bræðra. Og hún átti dreng og það var ekkert meira hjá þeim og til að létta undir hjá henni svo hann gæti unnið úti þá tók mamma drenginn í fóstur. En hún bara dó skömmu eftir að hann kom. Já. Og þá tók Guja systir við hana sko. Og
og ég man eftir því að ég var að keyra hann í kerru, hann var svo stór og þungur. Það var erfitt að eiga við hann, en hann var þægur og góður, sko. Og Guja var með hann á 3. ár, þá fór hann aftur til mömmu sinna. Og það var, við vorum svo bestu kunnigi. Hann lærði til press, fór til Ameríku, Kanada held ég, var þar prestur í nokkur ár. Og svo var hann starfað sem prestur hér á Íslandi. Og við hefum haldið kunningskapinn alltaf síðan, sko. Nú var hann orðinn fullorðinn og hættur og búinn að fá alls konar verðlaun svona fyrir félagsmál og annað. En ég hef ekki hitt hann nýlega. En hann var þægur og góður krakki en þungur var hann alltaf. Og það var þannig að á vorin kom alltaf bóksali labbandi út í krók til okkar. Það var kallað út í krók. Það fara til okkar. Þar kom alltaf bóksali á vorin. Hann var stór og mikill með svona enska húfu, svona í vetrarfrakka, síðum og miklum. Þetta var stór maður. Og hann var alveg plága, sko. Því að hann vildi á sig sjónir, bankaði upp á og þá sá fólk að þetta var bara einn maður og ekkert meira, tróð sér inn og þá var bara kápan hans ein bókahylla, þá var hann að selja alls konar bækur. Var mikið uppáþrengjandi og allir leiðir á honum. Nema eitt vorið, þá var mamma dáin fyrir 3 ári held ég. Og þá kemur maður, þá er ég út að leika mér á götunni. Þá kemur maður labbandi þar með enska derhúfu svona, svörtum síðum frakka með skinn á. Bóksalinn hafði nú aldrei verið með skinn á sinni kápu. En ég var alveg klár á því að þetta væri bóksalinn. Hljóp inn til Guju og sagði bóksalinn er að koma, Guja, læstu bara. Og hún gerði það, sko, til að losna við kallinn. Svo kemur þessi maður í Rólfiheitum og ég sé að þetta er ekki bóksalinn. Það var mikið minni og var með skinn sem hinn var aldrei með á kápunni sinni. Nema hann kemur, krakkarnir elta mig, við erum 3-4 saman þarna. Og þá fer hann að tala við okkur, það var náttúrulega verra. Hann talaði mál sem ég bara áttaði mig alls ekki á strax, sko. En það var blendingur af ensku, eða amerísku, norsku og íslensku. Það var eitt hræfigrautur. Og mér fannst ég finna það út að hann vildi finna einhverja ættingja. Og hann var að tala hann ætti skyldfólk. Ég fékk það út úr því, svo ég fór með hann heim og upp tröppurnar og banka og ég tala aldrei að opna því hún sá kallir á tröppunum. Svo endaði með því hún gerði það. Og þá kom þetta á daginn að þetta var bróðir mömmu. Já. Já. Og hérna, hann fer að, við förum allir að tala saman og leggjast á eitt af að þýða þetta, sko. Og þá er það bróðir mömmu, Guðmundur Hjaltason. Og mamma, hún átti marga bræður, sko, hún átti ég veit ekki til hún hafi átt systur, hún átti bara bræður. Og það var Guðmundur þessi, og það var Kristján, hann var listmálari, Júlíus í Bolungarvík og Jón í Skutulsfirði, Kálfavík í Skutulsfirði í Djúpinu. Og hann ætlaði að heimsækja systkini sín. En þau voru bara öll dáin þegar hann kom. Og mamma þín líka? Já, hún var dáin fyrir svona ári, eitthvað svoleiðis. Nema það var þannig
þau héldu öll að hann væri dáinn líka. Það var þannig, hann átti barn með konu og hún var ófrísk af öðru barni og kenndi honum það, en hann vildi einhvern veginn ekki viðurkenna það þá. Og hann ákveður að stinga af á Ísafirði með Kristjáni, þessum málara, þeir voru báðir ógiftir á, stinga bara af landinu. Og það fréttist að þeir hefðu farið til Noregs. Og það fréttist að Kristján hann dó þar eftir nokkur ár, en það spurðist ekkert Guðmund í 20 ár. Já. Héldu allir að hann væri dáinn alltaf líka. En þeir gerðu dálítið í buxurnar þetta og þeir stálu trillu við bryggjuna og það var frægt skip sem lá út í djúp að bíða sér veður eitthvað og þeir komist í það að trillinu og sleppti henni svo bara og hún fannst seinna bara upp í fjöru ykkur staðar. Já. Og svo heyrðist aldrei meira þeir heyrðist ekki neitt af Guðmundi í 20 ár fyrir hann kemur þarna allt í einu. Já. Og þá ástandið svona. Öll systkini hans dáin? Öll systkinin dáin, sko. Og hann var búinn að koma við, hann ætlaði nú að fara að heimsækja eitthvað heim eða öll helst, nema að hann hafði komið við á herkastalanum, það voru leigðuð herbyggi, gistiherbyggi, og hann leigði þar stofu, stóra og svefnherbyggi, stærsta íbúð þar fyrir gesti, sko, annars voru svona minni herbyggi bara. Þannig var hægt að vera í mat og allir. Og svo var það úr að ég varð vinur hans. Mér gekk best að skilja, sko. Og svo fór hann að læra íslensku smátt og smátt og mann lengi, ég er alltaf dálítið blandað ensku eða amerísku. Nema ég fer með hann niður á herkastala svo. Hann stoppar hann og stykkur kaffi og allt svoleiðis. Og Guja vildi endilega bjóða hann að gista hjá okkur, nei, ég er búinn að borga fyrirfram á hernum og vil ekki vera nýðast á ykkur, nei, bara að fara þangað. Svo tekur hann mig með sér niðrittir. Og þá voru þar 3 stórar töskur, svaka töskur og flottar leðrið einhverju svoleiðis, voða fínar töskur. Og á stóð upp á stafettir hans komið svona gylltu letri. Og ég man eftir, hann sest og opnar eina töskuna og ég forvitin að kíkja í. Þá var hún full af krítarpípum hvítum. Taskan, ein. Og ég hugsa, hvað ætla maðurinn að... Okkur hafði hann svona margar pípur, sko. Svo kom það að daginn að hann líkti í einni pípu yfir daginn og svo henti hann henni. Hann ætlaði ekki að nótt, hann vissi ekki hvað myndi dvelja lengi, sko, hérna heima. Nema hann var giftur norskri konu, hún var bara eftir heima, sko, í Ameríku, hann kom inn. Svo opnaði hann næstu tösku, hún var allstæðst. Og það var hrikalegt fyrir mig að horfa það. Hún var bara öll í dollaraseðlum, sko. Full. Kom hann frá Bandaríkjunum? Já. Bjó hann í Bandaríkjunum? Hann bjó í Ameríku, já. Já. Og hann kom bara með myntinu, þá var ekki skoðað neitt. Og þá kom hann með svona mikla peninga með sér og svo voru fötið þeirri þriðju stóru. Og ég bara misti nú andliti að sjá þetta allt. Nema svo var ég bara gætinn hans allan tíma sem hann var á Ísafirði. Og stoppaði lengi? Hann var í 2 ár hérna. Já. En hann byrjaði með því að vera á Ísafirði og ég fór til hans á morgnana og þá fórum við saman á rakarastofu. Hann lét alltaf raka sig á rakarastofu. Og á rakarastofinu fyrir framar var sælgætisbúð og þá sagði hann við mig veldu það sem þú vilt og svona allt. Og ég var óð í sælgæti náttúrulega, var kurteis, þó bara lítið, sko. Var bróðurpiltur.
En við vorum rosalegir vinir, sko. Og hann, svo var hjólhestaleiga á Ísafirði, því það var bara einn fólksbíll, blæjubíll á Ísafirði þegar ég var þar. Einu bíllinn, fólksbíll, blæjubíll með plast í öllum rúðum. Var kölluð Bláabellin, hann var blár. Og svo voru bara til vörubílar, Finn átti vörubíl. Og hann var praktiskt jæja. Nema þegar ég kveð hann þá segir hann við mig að þessari hjólaútleigu voru líka ný hjól, reiðhjól, til sölu, sko. Og svo þegar við fyrir fram hjá hjólhestaleigunni, sko, þá segir hann, Donni eða Jón, komdu, við skulum skoða þetta hjól. Og svo lætur hann mig máta svona, það voru ekki nema stór hjól, sko, fyrir fullorðna. Og hann segir, já, langar ekki til að eiga hjól? Jú, sagði ég. Já, og hann allt til að ég sagði, ég kem á morgun, hjólandi til þín, út í Krók. Og ég segi Guði þetta, hann ætla að gefa mig hjól. Og hún segir, hvaða vitlaus, nú hefur ekki skiljað þetta. Það getur ekki verið. Jú. Svo bara beið ég spenntur við gluggann, kom kallinn hjólandi á hjóli, nýju hjóli, gammal þar. En ég þurfti að vera undir slá, sko, því ég var svo lítill. Já, svo stórt. Já. Og svona var allt eftir því. En hann byrjaði á því að hann keypti gullúr, kvennúr fyrir allar frænkur sínar, kvennfólki. Já. Bara gullúr með gullfesti. Já. Öllum kvennfólkinu, sko. Gróð það upp og gaf þeim það. Og köllunum, fullorðna mönnum gaf hann öllum gullring með fínu steini. Og hann virtist það var skýtnum á peninga. Og svo var það farið í skógarferðir á sunnudögum eða laugardögum og þá var farið í vörubíl með tjaldi og bara bekkjum á pallinum. Og hann bauð í svona túr öllum sem hann þekkti þarna. Það fóru einu sinni 3 bílar fullir af fólki inn í skóg og hann lét útbúa mat fyrir alla, sko. Já. Það var peningum? Já. Og hvað gerði hann í Bandaríkjunum, vissu það? Hann var bakari þegar hann fór héðan og var bakari þar. Já. Og var með bakari í gangandi þegar hann fór. Hann lét einhvern vera þar fyrir sig. Já. Bakaði íslenska pönnukökur sem var vel því þar af Íslendingum. Nema svona var allt eftir því. Hann virtist hafa nóga pening og var ekki nískur, sko. Og svo sumarið, þá var alltaf farið einu sinni inn í Reykjanes, Reykjanesskóla og þar, yfir helgi. Þá var togar í höfninni og hann leigði togarann og bara bauð öllum sem að þekkti á Ísafirði og okkur skyldfólkinu öllum og vinnum að fara inn í Reykjanes með togarannu, sko. Og sá hann allt fæði og allt, sko. Hann var alveg rosalegur höfðingi, kallinn. Sló sig, en maður fann það ekki. Þetta var honum bara eðlilegt ykkur. Þannig að þetta voru svakalega fín ár. Þetta heil ár sem að var á Ísafirði. En svo áttan hérna bróðir inn í Kálfavík í Skötufirði og hann var dáinn. Hann fór þangað seinna árið og þá var nú húsið, það var steinhús með timburinnrétting og svona. Það var farið að láta á sjá og hann lét byggja það allt upp. Hann var þar í nærri ár, þá fór hann út, sko. En hann lét byggja það upp að mestu leyti, sko. Og þar var frænka hans, Anna, sem hafði verið svona trúluð eða kærasta manns sem ruglaðist og fór á Klepp. Og til að bjarga henni frá því þá tók hann hana út með sér þegar hann fór. Og hún giftist Ameríkumanni
og hann lifði nokkur ár, ég veit ekki hvað mörg, en svo varð hún ekkja og hún kom alltaf yfirleitt á hverju ári eða annað hvert ári heimsækja okkur, skildur. En þetta var alveg ævintýri meðan kallið var hérna, sko. Lúxus á öllu leyti. Alveg óheimli gott, gaman að því. En svo vorum við einu sinni að koma, ég þarf að segja frá því líka, frá Ísafirði á Máfnum, þá var pabbi búinn að selja hreiðin og kaupa máfinn og ég fór alltaf með svona viðgerðartúra. Svo á heimleiðinni vestur þá segir hann ég ætti kannski að heimsækja bræður mína. Já, ég átti bræður upp hún, hann hafði aldrei talað um skildfólk sitt, pabbi. Og ég ekki spurt það heldur. Svo ég segi, já það væri bara gaman. Þá átti hann Jón og Júlíus þar, 2 bræður. Hvar voru þeir þá? Í Bolungarvík. Já. Og svo löpum við upp, ég og pabbi, hann leiðir mig. Svo komum við þar sem annar bróðurinn bjó, ég man ekki hverju það var. En þeir voru báðir í túninu, annar var að slá túnið og svo voru við bara að tala saman. Og ég snar stoppa og segi, heyrðu pabbi, þetta er bara þú þetta. Svakalega voru líkir. Bara svakalega líkir, ég hef aldrei trú. Svo var farið þarna og hilsaði upp og drukki kaffi og svo fórum við náttúrulega. Hann var ekki skildreikinn af pabbi, sko. Hann talaði aldrei bræður sinni neitt. Svo átti hann systur inn í Djúpi líka, sem var þar ráðskona. Hún var á þetta, þegar þetta inn á myndina fyrir þessu. Já. Hann gerði þetta. Hún var, skal ég segja þér, Laugarbóli var hún á, já, í Djúpi. Ráðskona hjá manni þar, bóndanum. Hann átti eina dóttur frá fyrra hjónabandi. Þarna fórum við tvisvar, þú hefur sennilega verið með okkur allar við í seinna skiptið. Þegar þið fóruð... Þarna að hérna... Laugarbóli? Já, Laugarból. Hvar er það? Það er í Djúpinu. Hún hét Guðrún, systir hans. Ég man það ekki. Nei, þú manst það ekki, þú varst það lítill, þú varst ábyggilega samt með í seinna skiptið. Hún var ráðskona hjá þessum manni og hann átti dóttur frá fyrra hjónabandi. Bræður pabba hans? Hún var systir pabba. Hún var systir pabba? Já. Og við fengum þar fínar móttökur hjá henni og hertan sílung sem ég hafði aldrei smakkað áður. Það var svo mikill sílungur í vatninu fyrir framann. Já. Og svo var þarna laxveiði án í Djúpinu, hvað heitir hún aftur, ég man það ekki. Ég man það ekki. Hún tilheyrði þeim. Það var mjög fengsæl á laxveiði. Ég man ekki hvað hún heitir. En pabbi talaði aldrei systkini sín, það var dálítið skrítið, sko. Aftur á móti, já, mamma, ég var svo ungur þegar hún dó að það var náttúrulega ekki til já, en hún átti fullt á systkinum, sko. Hún átti þarna Jón í Kálfavík, Hjaltarsson, bróðurinn. Og það var í Kálfavík í Skutulfirði. Svo átti hún bróðir út í Skálavík, Júlíus, bóndi. Og hún átti bróðir sem að gifti systir, ég sagði það áðan, Friðriks og þeirra. En hún átti enga systir, bara bræður. Já, þeir voru bræður? Já. Í Kálfavík var Jón Hjaltarsson, bróðir mömmu, og
Kristján bróðir var þar eitt sumar sveit. Og þetta var yndislegt heimili, María konuna sem var yndisleg konuna. Og ég fór svo helgar bara stundum. Það var mjög gaman, hann lagði net í sjóinn, þá var alltaf silungur í netunum sko. Og svo var þar bara lítil á sem rann fram hjá bænum, mjög nálægt. Og þar vorum við að dunda strákarnir að veiða, áttum engin veiðafæri. Það var Hjalti sonur þeirra, hann var eldri en við. Og hann þekkti lækinn alveg, það var eitt aðal veiðisvæði. Þar var grasbali mikill og svona undir honum var nokkur skonar, hvað segir maður, hylur. Þar lá silungur, það var engin lax, það var silungur. Þar lá hann 3-4 silungar, þetta stóri kannski, fínn silungur í mat. Og veiði aðferðin var svo að hann fór og röllaði ofan og við sátum á fótunum á honum, ég og Kristján, eða einhver annar svo vildi til. Svo fór hann og setti hendina í vatnið og kældi hana. Síðan fór hann undir bakkann og strauk silungunum kviðið og þeir tóku því vel. Svo allt í einu kastaði hann þessu upp á bakkann. En þá vorum við svo kátir og við gleymdum og fórum af, stukkum á silungi en fórum af fótunum á honum, hann fór að kafa í hylinn og það var nú ekki tekið með þökkum eins og getur nærri sko. En það var svo allt fyrirgefið sko. En þarna vorum við að dunda við að veiða oft og hann kom alltaf klára að grípa sko, við gátum það ekki, við vorum svo litlir. Þetta var ansi skemmtilegt og þarna var alveg dýrlegt að vera hjá gömlu hjónum. Þetta var í Kálfavík? Þetta var í Kálfavík í Skötufirði, næsti fjörður við Álftafjörð. Það fer inn botninn og beygir svo út aftur og þá var það Kálfavík þar. Dýrlegt sumarveður þar oft, blæja, logn og fallegt. Og þetta var alveg yndislegt að vera þannig að ég vildi nú ekki vera nema helgar. Það kippti í mig alltaf fótboltinn á Ísafirði. Þar voru 2 fótboltafélög, Hörður og Estri og mikið kappi í liðunum. Ég var í Herði, vinstri framherji sem kallað var því ég sparkaði með vinstri fæti, var eftirsóttur í það alveg. Og þarna var maður öllum stundum á vellinum. Ég gæti eiginlega kallað í mig niður á velli, já hún þurfti að var smáspil. Ég var alltaf á vellinu, þar höfðum við mann sem hafði fengið berkla held ég, var læknaður af því, menn mátti ekki vinna neitt, erfiði. Hann var mjög góður leiðsögumaður eða kennari í fótbolta. Hann var þar 4 daga í viku og kenndi okkur. Og maður var alltaf í fótbolta alla dagar. Og þegar ég fór 12 ára sko þaðan, þá var ég kominn í keppnislið og átti að fara sumari eftir til Reykjavíkur að keppa við jafnaldra þar einhverju. En þá var ég fluttur í Súgandafjörð og þar var engin fótboltavöll. Það var bara svona allt annað. Þannig að hugsanlega hefði þú getið orðið stórstjarna í fótbolta? Já, ég var, svo ég segi sjálfur frá, nokkuð klúri bara held ég. Já, ég var komin í úrvalslið að keppa. Það var svo mikið, þeir voru alltaf að keppa annars slagið í félögin. Svo komu dönsk varðskip eða herskip, Fylla og Víðbjörnin. Og þá var allt afkeppt með skipunum sko, herskipunum. Það var hörkuleikir allt. Og annar hver bolti var alltaf út í sjó sko. Fótboltavellir lágu að sjó öðru megin sko. Það var allt af 9 og 9 boltar, svo var það sóttir bara seinna. Það var ansi gaman og mikið lífið. En í Súgandafirði var líka mikið félagslíf sko. Og þar léku menn sér á götunni og við samkomuhúsinu. Og góðu viðri stöðu sko.
Þú sagði það áðan. helgar og svona. Já, já. Nú í félagsmálum, sko, þá var ég ekki í neinu félagi nema Herði á Ísafirði. En þegar ég kom til Súgandafjarðar þá var ég einn af stofnendum skátafélagsins þar. Við vorum 12 sem stofnuðum skátafélagi í Súgandafirði. Já. Það var náttúrulega á Ísafirði, sko. Og ég var einn af þeim, var í því með að ég var í Súgandafirði, sko. Við fórum svona í fjallgöngur á fjallin þannig í kring helgar. En að öðru leyti var nú ekki mikið félagslíf, en ég fór á allavega eitt mót á Vestfjörðu skátamót, sko. Það var haldið í Vatnadal í Súgandafirði. Það var mjög gaman. Og í öðrum félagsmálum, sko, ég var nú bara að skátafélaginu þarna í Súgandafirði. Svo þegar ég kem suður, þá var ég einn af stofnendum Lægjarsklúbbs Njarðvíkur, 58. Við vorum 8 sem stofnuðu þar. Og ég þar ennþá elsti félaginn og við erum 2 eða 3 frá stofnun í því. Já, já. Já, já. Hann stofnaði 1958. Já. Og svo var Tómas Tómasson, hann var umdæmisstjóri eitt tímabil og þá kusu mig sem ritara og gjaldkera með sér. Og þá var ég alltaf á fundum einu sinni í mánuði með honum í Reykjavík. Þar kom allir klúbbar með einhvern 1 eða 2 fulltrúa. Já. Svo fór ég með honum til Englands og víðar á alls konar mót hjá Lægjarsfélaginu, sko. Já. Og svo var ég 59. Þá var ég umdæmisstjóri. Tekur við að Tomma það? Nei, þá kom annar á milli, sko. Það var bara 1 ár í, sagði ég 58 á Tomma. Nei, 58 stofnuðum við klúbbinn okkar. Já. Svo var Tommi seinna, sko, umdæmisstjóri. Já, já. 2 eða 3 árum þar til ég var umdæmisstjóri. Og þá kaus ég mér Ingólf Aðalsteinsson sem ritara og Óla Hannesson, lögfræðing, skólafélagi minn sem gjaldkeri. Já. Og það var 69, sko. Og þá fór ég til Ameríku og alþjóðaþing Lions. Það var hann á Kennedy-skotin aftur. Dallas. Dallas, já. Þingið var í Dallas. Það var ansi gaman að fara það. Svo framlengdum við dvölinni, Sigrún kom með mér, sko. Fórum í Mexíkó og allt annan ákveðinu víðar. Og hafði góðan leiðsögumann með bíl sem vann hjá flugleiðum. Hann þekkti allt þarna og var mjög fróðlegt að vera með hann. Þetta var ansi gaman. Svo fór ég á alþjóðaþing, eina sem hefur verið haldið í Evrópu. Það var í Nice í Frakklandi. Ég vann happdrættismiða í Lægjarshreyfingunni, ferð fyrir 2 viku dvöl í París og svo á þinginu í Nice. Já. Og það var mjög gaman því þá var umdæmisstjóri, hvað heitir hann nú aftur, skjalaþýðandi og dómtúlkur. Hilmar Foss, hann var þá umdæmisstjóri og hann var með sína konu og þau töluðu, konan talaði spænsku eins og bara íslensku, sko. Þau voru málafólk, hann hafði verið í Englandi, sendiráð og svona. Þau þekktu allt þarna og gaman að því. Það var virkilega skemmtileg ferð. Þetta er nú svona
félagsskapur. Svo var ég náttúrulega alltaf formaður kjörstjórnar í Njarðvík. Allt kjörtímabilið mitt sem sveitarstjóri. Og svo skellti ég því áfram í nokkur ár, þar til ég nennti ekki lengur. Svo gott að hafa mig því að ég þekkti fólkið mig að koma inn á dyrnar og ég alltaf sagt hvað það átti heima. Ég hafði ekki nöfnin á öllum, ég vissi alltaf hver átti heima. Ég þekkti það alveg, við vorum enga stund flett upp hvort það væri í kjörskarnum. Já. Og svo nennti ég ekki verið lengur, ég var nú gamall. Þetta svona aðalega, svo var ég náttúrulega í alls konar nefndum. Eins og gengur, ég þurfti eiginlega að vera öllum fundum með nefndum í sveitarstjórninni. Ég fylgdi starfinu. Þetta svona aðalega minn félagsmál. Hér sit ég einn með sjálfstraustið mitt veika. Á svörtum klett aldan leikur við. Á milli skýja tifar tunglið bleika og trillubátar róa fram á mig. Af synd og fleiru sál mín virðist brunnin. Ó, sestu hjá mér, góði Jesú nú. Því bæði ert af æðstu ættum runnin og enginn þekkir Guð betur en þú. Ég veit þú þekkir einnig eðli fjandans sem alla daga situr fyrir mér. Og þótt ég tali vart í auðmýkt andans, ber enginn dýpri respekt fyrir þér. Hvað sem trúvor týndum sauði lofar, ef taksins auðmýkt næri hjarta þinn. Mig langar til tunglið færist ofar, að tala við þig eins og bróður minn. En hvern þann sem að hrellir mest og blekkir, heldur fólkið jafnan besta mann. Það skildi engan undra sem að þekkir eitthvað brot af þessum lífsins rann. Ó Jesús minn, þótt ég og þú sért fyrstur og jafnvel hún sem eitt sinn fæddi þig. Því almennt varstu ekki að góðu virtur og ennþá síður virðir fólkið mig. Og þau mál við aldrei megum kvarta, á himnum slíkt kallað suð. En ósköp skrítið að eiga hjarta sem ekki fær að tala við sinn Guð. Hver síðastur þú sagðir yrði fyrstur, en svona varð nú endirinn með þig. Og úr því að þeir krossfestu þig Kristur, hvað gera þeir við ræfil eins og mig?
eins og